En þetta mjög áhugavert sko maður fyrir gegnum þetta minnisblað frá upphæðu til enda að þetta ekki bara einhverjar falsfréttir. Í sjálfu sér það kannski langfæstu dæmin. Algengustu dæmin eru að það sé rosalega mikið fjallað tiltekin mál og ákveðna vinkla á þeim og það ekki fjallað aðra vinkla eða bara yfirhöfuð ekki fjallað málin. Eitt dæmi sem nefnt hana, sem ég finnst mjög lýsandi fyrir þetta, að BBC með app sem sendur út meldingu þegar það kom einhverja mikilvæga fréttir. Og það til dæmis nefnt í því samandi að þegar kemur að innflytjendamálum þá senda menn ekki út meldingu og raunar af þeim meldingum sem hafa átt sér staðum fréttum innflytjendamál þá það yfirleitt að þessi illa komið fram með innflytjendur sko. Mig grunar að á fjölmiðlum og sérstaklega ríkisfjölmiðlum þá sé ákveðið svona misræmi milli pólitískra skoðana þeirra sem vinna þarna og svo samfélagsins í heildsinni að þessi vita eitthvað það þá held ég að langstærsti flokkur Bretlands Reform eigi sér mjög fáa skoðanabræður innan BBC svo ég nefni eitthvað dæmi. Algjörlega. Ekki að það hafi verið gera kannanir það en ég held að allir sé átti sig á því. Ég eins og verið að kalla eftir því og að benda á til dæmis þannig innan BBC, ég held að þetta eigi sér einhverja hliðstæðu hjá RÚV að það myndast svona skoðanaleg einsleitni sem að veldur því að menn fjalla það sem einhver geti sagt að sé kannski óeðlilega mikið tiltekin mál á kostnaðanara og þegar það fjallaði mál þá eru fréttavinklarnir oft gríðarlega fyrirsjáanlegir og þegar þetta gerist yfir eitthvað tímabil þá fer að sjá það sem einhver mætti kalla hlutdrægni og það ekki samsæri eða skipulagning sem liggur þar að baki. Mér hefur reynda bara fundist RÚV dálítið hafa skilað auðu í langan tíma í umfjöllun atvinnulífið í heilsinni. Og ég reyndar upplifið það að þeir sé að reyna að gera bót þar á. Maður har sátt eins og Konráð Guðjónsson og Hörður Ægisson hafa verið núna mæti í setti sem ráðgjafar sem mikil framför frá þessum áður var. En mér finnst verulega að hafa vantað upp á einhvern veginn að fá dýpt í umræðuna. Mín tilfinning svo að þó að fólk kann að taki kannski minni gagnrýni óstindu upp og viðurkenna hann ekki. Mín tilfinning svo að fólk innan RÚV hafi verið meðvitað ákveðin halla í sín umfjöllun og það sé verið að reyna að bæta úr því. Það mín tilfinning, ég get ekki sanna það samt sko. Bara þetta eina kvót í Gísla Martin sem hann bendir á, sem einhvern veginn á þá leið. Þú veist, ég tel að hlutverk RÚV hafi aldrei verið mikilvægara núna á tímum uppgangs þjóðernis íhalds og RÚV verður að veita því einhvers konar vörn. Þú veist, með öðrum orðum, hann að segja RÚV sé gríðarlega mikilvægt til þess að sporna gegn ákveðnri pólitík og það er alveg brjálæðislegt að maður sem með svona mikið dagskrárvald einhvern veginn og mikil áhrif innan stofnunarinnar skuli gefa út svona yfirlýsingu og það sé bara eins og það sé eðlilegasti hlutur í heimi. Þangað til að Snorri Másson bendir á það og þá eru samt að flestir sem bara Snorri þegið þú skilur. Þetta eru náttúrulega, ég hef ekki séð þessi ummæli en ég hef heyrt þetta. Sko ég myndi segja að það er eðlilegt að RÚV stuðli að lýðræðislegur umræðu og það er eðlilegt að RÚV gegni ákveðnu hlutverki á þessari litlu eigi okkar að því gefna við höfum ríkisútvarpið yfir höfuð í því að tryggja að það sé virk umræða mál og svona. Gagnrýni mín snýra því að útvarpið hafi ekki axlað þá ábyrgð. Það sé einmitt akkurat kannski þessi inngangur inn í umræðina sem að Gísli Martin þarna að lýsa. Þeir gegna einhverju hlutverki í því að lýðræðisleg umræða eigi sér ekki stað sko. Það er þvert á móti að lyfta upp sumum sjónarmiðum og önnur eigi að mæta afgangs. Og það er ekki það mat sem þeir eiga að leggjast í þarna. Partur af því af hverju það hefur ekki verið fjallað oft alveg augljósar fréttir útlendingamál, ekki bara á RÚV á við fleiri fjölmiðla, er ákveðin hræðsla manna við að með slíkum flutningi þá verður þetta vatn á millu svona andlýðræðislegra populískara afla sem maður getur alveg skilið þessar áhyggjur sko, en þannig er þú farin að spila mjög hættulegan leik sem blaðamaður. Ég myndi jafnvel segja þvert á móti að populismi einhvers konar markaðsfræði í pólitík. Það er að haga seglum þannig að þú segir bara það sem þú þarft að segja til að ná völdum. Ég hef oftast skilið populisma þannig, en oft eru þetta flokkar sem hafa ekkit endilega verið að taka augljósan vinsælan slag. Þeir eru að taka slag oft þar sem þeir hafa þurft að synda á móti straumnum og svo uppskorið 10, 20, 30 árum seinna í kosningum þar sem að kjósendur eru ósáttir við að stóru flokkar hafa ekki brugðist við athugasemdum til dæmis innflytjendamál og annað. Svo er líka annað í þessu að þessi stimplar sem að verið að setja á þessa flokka, populísku flokkur og ekki,
Ég meina að þú getur borið saman Ítalíu og Danmörku sem dæmi. Ég meina af hverju Giorgia Meloni öfga hægrimaður en ekki Mette Frederiksen í Danmörku sem fyrir jafnaðarmannaflokk. Já, sem að hefur þó tekið upp sömu stefnu í raun og veru. Mette Frederiksen er örugglega með hörðustu hælisleitenda stefnu í Evrópu, sko, svona allavega í Vestur-Evrópu. Þannig að hún sleppur við slíkan stimpil. En það er þetta bara fáránlegt, sko. Það öll ríki Evrópu hafa verið að breyta sína löggjöf í það átt að ná tökum á þessum málaflokkum og meir sem við höfum gert það, þó við höfum gert það í hænuskröfum en við virðumst ætla að reyna að tryggja það að við endurtökum næstu í öll sömu mistök og þessi ríki.